Hvað einkennir froskdýr? Froskdýr eru froskar, sem eru froskar og körtur, og svo salamöndrur. Fjölga sem eggjum sem eru ekki vatnsheld, þannig að þau verða að vera í vatni eða í mjög röku umhverfi. Því að ef þau eru ekki nógu rök, þá þorna þau upp því að vatnið innan úr gufar upp. Það eru til dæmi froska sem að koma eggjunum sínum fyrir til dæmis undir laufblöðum eða einhvers staðar og svo skvetta þeir vatni á þau reglulega til þess að passa að þau þorni ekki upp. Út úr eggjunum skríða svo halakörtur sem eru pínulitlar svona hálfgerðar lirfur sem eru með sporð og tálkn og verða þess vegna að vera í vatni og alast upp þar og vaxa og þegar þau eru búin að ná ákveðinni stærð dettur halinn yfirleitt af og það vaxa fætur. Það eru þó dæmi salamöndrur sem halda ytri tálknum alla ævi og lifa alltaf í vatni. Fullvaxin froskdýr, alveg sama hvort það eru froskar, körtur eða salamöndrur, þurfa að vera í röku umhverfi því að þó svo þau tapi tálknunum, sem oft eru utan á, að þá þarf húðin að vera rök því að þau anda með lungum sem eru frekar léleg og líka með húðinni. En húðin verður að vera rök, blaut, svo þetta virki. Þannig að við erum alltaf með frostir einhvers staðar nálægt vatni. Froskdýr halda líkamshita sínum ekki jöfnum, hann sveiflar svolítið með umhverfinu. Þannig að þau eru takmörkuð við að vera í þokkalega heitu loftslagi. Engin villt froskdýr á Íslandi sem dæmi, nema kannski einhver gæludýr sem hafa sloppið að vera sleppt. Því að hér er bara einfaldlega allt of kalt.